En það lyginni líka að þessi ökukappi fyrr og síðar, eins og Georg lýsti hér áðan, sýslumaður allra sýslumanna hér á landi, hefði brotið allar, eða nánast allar reglur sem gilda um akstur. Þessi maður var lögregluþjónn á landinu. Ég man eftir því eitt sinn, mönnum þótti það skondið, það var alltaf að vera að keppa það sko að keyra nú hratt frá hérna í vegamótunum til þess að þegar maður er konur að Hafnarstræti maður sæi ríkið ennþá yfir alltaf grundinni. Einu sinni kom að hann á Ford, pappa síns, eins hratt og Fordin komst, út strönd og sjá ríkið, niður Hafnarstræti, stoppaður fram á kaupilagið og allir sáu ríkið. Fór heim, vel auka búninginn, til að koma að passa samborgarana. Annað hérna aðrið sem hann eftir þegar Bergur var löggar að þá hérna ég átti hann Gummi Hattavinnur okkar Villisjeppa. Hann var með stóru bensínloki eins og var þessum herjeppum hann í galanda. Meðan blessa stríði var. Og Gummi kom til Bergst að vita hvar væri best að fela vín í svona bílum. Jú, Bergur var með það á hreinu. Að binda bandið þar og setja hún í bensínlokið. Nokkrar bara, það kemur alveg 4-5. Ekkert mál. Það var í vandi héraðsmótan úpi. Gummi gerir þetta, hann setur þar 4 að finna hann í. Kemur að hliðina hann úpi, þar stendur lögga okkar flatir enga í hliðinu. Gengur að bensínlokinu og hýður þar upp allar 5. En Guðbjartur okkar, hann sagði að þetta væri ekki svo alvarlegt. Þetta hefur örugglega verið ólöglega smyglað vín. Ég man eftir því líka þegar ég kom með Berg einu sinni fljúgandi vestur. Þá vorum að koma með vængjum Þórólfur að fljúga sem betur fer. Veðrið var aflítt. Það voru nokkra konur aftur í. Ég man sérstaklega eftir einni þeirra. Hún öskraði þar að heldur en góð og við gegnum. Það var alltaf hríð, það var blint og það var vont þegar vélinn hristist og hristist. Þegar við komum yfir Genúarsseiðina, Bergur satt frammi hjá Þórólfi. Það var bara einn flugmaður þá, þetta voru kreppar honum. Bergur satt frammi og Þórólfur heyrir öskrin hann aftur í og ætlar að róa fólki. Vélinn var að skríða sko eftir Genúarsseiði bara rétt með veginum. Hann opnaður ákvarðarkerfið og segir hérna í gott fólk, ég get alveg slakað á. Það sést nú lítið en við sjáum veginn og Bergur þekkir hann alveg. En það líkti nú lítið há á hann og svo sem. En það voru fleiri sem keyrðu frísklega. Sæmundur Haraldsson, hann átti hann til að gefa í á Fordinu sínum, gamla station-num. Og eins og var á þeim ára, þá voru þessi bílar ekki aldrei alveg í lagi, sko, ekki alveg. Þessi bremsaði bara vinstra megin. Og þegar hann kemur á því munið hérna í blindfæni við Kaldá, þar sem að brúin var. Þegar Sæmundur kemur svífandi þar yfir á ógnarferð, sem ég kann nú ekki nefna hvað var mikil. Upp á hæðina, það var Guðni og Jarlítinn Urramann. Guðni sást aldrei að voru eins hrættur. Hann lyfti tennina aðeins til að fá hann ekki fyrir húsið og lokaði augunum. Nema hvað bremsur þessi Bjargar Sæmundi. Hann snar bremsar og bílið snar snýst. Næst þegar Guðni var að voru eitthvað hérna í óþólum var að bíja eftir smellinu sko og opnaði augun og sá í raskat á Sæmund og sömu fyrir tilbaka. Jói Brandansbergs, hann átti til að hérna reyna þessa taktafla líka. Nú veit ég ekki hvort hún sagan af því, þetta er löngu tvískiptu bindhæðinni hjá görðum. Bergur kemur á hæðina á þessari venjulegu siglingu.
einhverjar stelpur með og þá erum við kaldir. Allt sé ekki rétt að fara auðvitað megin, sagði Bergur, það aldrei að vita hvert á fíflum maður mætir. En þeir sögðu mér það að hann hafi mætt Jóa Guðjóns á hæðinu og hann hafi líka farið auðvitað megin.